Hvernig fannst þér bókin? Þú ert búin að lesa þessar ástarsögur íslenskra kvenna, Margrét. Mér fannst hún áhugaverð og hún skildi eftir svona ýmsar spurningar og vangaveltur. Það voru sumarsögur þarna sem maður las, sem maður hugsaði, býtu, er þetta ást? Eða er þetta rómantík? Eða er þetta hrifning eða skot? Og síðan eru aðrar sem að sýna bara virkilega djúpa ást í öllum, sko, allri fegurð og ljótleika í raun og veru þess. Þar sem þú ert með alla erfiðleikana og þú ert með sársaukinn og allt sem að fylgir því, en einhvers staðar undir niðri er þessi taug sem við köllum ást. Þessi tenging, þessi tilfinningatengst sem við eigum við einhver aðra, við annan einstakling. Er þetta eitthvað svipað og þú færð þegar fólk sest hjá þér í sófan á stofunni hjá para- og hjónabandsmeðferðarfræðingi? Já, ég fæ venjulega erfiðu sögurnar. Ég yfirleitt fer ég tilbaka þegar ég hitti pör og fer í gegnum með hvernig var þegar þið kynntust og þá venjulega brosa allir og fara að ljóma og já, og ég sá hann og ég féll bara fyrir honum og ég sá hana eða hvernig sem það er. En síðan gerist eitthvað og það er það sem við sjáum í sumum af þessum sögum, það kemur upp ofbeldi, það er framhjáhald, það er sársauki, það er þessi trúnaðarbrestur sem verður og þar koma erfiðleikarnir inn.